Það er komið að 6. liður á dagskrá, þjónusta í Naust- og Hagahverfi. Til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar. Bestu þakki fyrir að ræða þetta mál í dag. Það er greinilega langt síðan að við hittumst öll síðast. Okkur liggur margt á hjarta. En ég held að þessi umræða, Naust- og Hagahverfi, hún fari ágætlega saman við umræðuna atvinnumál. Eins og ég nefndi áðan, ef við viljum að bæjarfélagið vaxi og dafni, þá þurfum við að huga að atvinnumálunum, en auðvitað standa þau ekki í neinu tómarúmi. Það þarf líka að vera gott að búa í bænum okkar og þar eru hverfin í lykilhlutverki. Ég held að þegar okkur líður vel í því heimili sem við höfum skapað okkur, í því hverfi sem við höfum valið okkur, þá líður okkur yfirleitt vel með bæinn okkar. Við erum jákvæðari með gang mála. Íbúar tala þá fallega sitt samfélag og auka þannig sjálfir við aðdráttarafl sveitarfélagsins. Tilgangur minn með þessari umræðu er ekki að tala niður neitt hverfi, heldur aðeins vekja athygli á því að þjónustustig er vitaskuld eitt þeirra þátta sem hafa áhrif á hvernig við upplifum hverfin sem við búum í. Og Naust- og Hagahverfi, þau búa bæði yfir mörgum styrkleikum, en það er líka hrein og klár staðreynd að þjónusta er þar í þessum hverfum af skornari skammti en við kannski hefðum viljað og var upphaflega ráðgert. Og það er sjálfsagt mál að reyna að bregðast við þessari staðreynd, finna lausnir og bæta úr þessum skorti. Og við tókum umræðu þetta málefni fyrir hartnær 2 árum síðan. En síðan þá hefur nú kannski ekki margt breyst eins og gengur og gerist svo sem, allavega ekki augsýnilega í það minnsta. Og það stóð held ég þá heldur enginn í þeirri meiningu að þetta væri endilega einfalt úrlausnarefni. En eftir stendur að við vildum sjá hlutina breytast og þess vegna fannst mér tímabært að taka stöðuna í dag á þessu máli. Þannig að ég vil fá að leggja fram eftirfarandi fyrirspurn og hefja vonandi með henni gagnlega og upplýsandi umræðu eins og við höfum átt gagnlegar og upplýsandi umræður í dag. En fyrirspurnin er þessi. Á bæjarstjórnarfundi 4. október 2022 samþykkti bæjarstjórn samhljóða að hefja samtal og samráð við öldungaráð og félag eldri borgar á Akureyri hvernig gera megi Naust- og Hagahverfi að aldursvænni hverfum með tilliti til þjónustu og eða samkomustaða. Og fyrirspurnin er þá hvar stendur málið í dag og hefur okkur miðað áfram í átt til aukinnar þjónustu í Naust- og Hagahverfi til að mynda með meiri fjölbreytni í verslunarmynstri. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stutta svarið er nei. Ok, ég ætla til þess að það sem var bókað hérna og samþykkt samhljóða að við skildum vinna að þessu, það hefur sannarlega verið gert. Það er að segja, það hefur heilmikið samtal átt sér stað við félagi eldri borgara og við erum alls sammála við markmiðið. Það hefur hins vegar ekki breyst í sjálfu sér vegna þess að það er ekkit alveg bara undir okkur komið. Það eru við vissulega höfum með skipulagsvaldið og við erum í þeirri vinnu að skipuleggja svæði sem liggur á milli hverfana, það er að segja Naustahverfis og Hagahverfis sem svona þjónustu og verslunarsvæðis ásamt leikskóla sem væri þá vinnustaður og svo framvegis. Þannig að vissulega er verið að stefna aukinni þjónustu en það gerist auðvitað ekki yfir nóttu og þar er eiginlega svona undir svolítið atvinnulífinu komið hvort einhver vill reka þar verslun eða einhvers konar þjónustu og hverju vilja þá byggja fyrir það. Þannig að þetta helst allt í hendur. Við höfum hins vegar og við rætt það inn í skipulagsráði
í langan tíma og stemt að og í þeirri vinnu sem við nefndum hérna aðeins áðan fyrir á fundinum í umræðinni í aðalskipulagsvinnunni að gert verði ráð fyrir einhvers konar lífskeiða kjarna í framtíðinni vestan við Naustagötu. Það að segja fyrir ofan Hagahverfi eða þarna á milli hverfana. Og það verið tekið frá landsvæði fyrir slíka starfsemi eða þjónustu. Og þar myndum við þá gera ráð fyrir vinnustað í það minnsta, hjúkrunarheimili get ég séð fyrir mér og síðan einhvers konar íbúðum og fyrir eldri borgara. Þetta til svæðið þarna persi hentar fullkomlega fyrir útivist og aðra svona, hvað ég að segja, já bara nýta svæði sem þarna í kring Naustaborgir og svo framvegis til heilsueflingar fyrir eldra fólk sem og aðra, þetta svo sem nýtist hverjum sem en þarna megin í bænum, eiginlega sunnan megin í bænum ansi lítið atvinnustarfsemi og við höfum eiginlega plantað henni voðalega mikið hérna norðan árinnar sko. Þannig að það verkefni fyrir okkur að setja niður í það minnsta því sem við getum ráðið einhvers konar stofnanir eða fyrirtæki og svo vonast til þess að þjónusta annars slags þjónusta byggist utan á það. Þannig að verkefni sannarlega í gangi við okkur, það hefur ekkert breyst frá því við tókum þetta en nema hvað að við erum auðvitað með skipulagi í vinnslu og það tekur tíma. Við höfum hins vegar tekið þá ákvörðun að þar sem við erum með Holtahverfið og Móahverfið í uppbyggingu og sem kostar okkur óhemmi mikla peninga að við munum byrja þar með svona einhvers konar lífskeiðakjarna í Holtahverfi og klára þessi hverfi áður en verið hafist handa vestan Naustagötu en það sannarlega verið tekið þar fyrir pláss. Þannig að ég held við séum öll á sömu skoðum hvað það varðar og okkur áfram að þessu verði. Það hins vegar geti ég giska á að tæki alltaf 10 ár eða eitthvað slíkt. Þannig að við verðum bara að vera þolinmóð og vinna öttulega að því að koma því á. Takk fyrir það. Það var orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Jú, ég get alveg kannski verið sammála að það hefur ekki kannski mikið gerst en samtali hefur svo sem átt sér stað og og við höfum oftar en einu sinni rætt inn í skipulagsráði að við höfum til dæmis vilja breyta þessari verslunarlóð þarna á mótum Nausta og Hagahverfis til að kannski reyna að hraða uppbyggingu þar sem að það virðist svo vera að við höfum sem sagt úthlutað lóðinni þrisvar til sama aðila að stór verslun hefur ekki vilja koma í þetta á þessa lóð. Það að segja verslun og einni hæð svona stór verslun. Og ég skil það alveg vel að verslunareigendur sjá kannski ekki alveg hagsinn í því að bæta við verslunum. Þannig að við höfum verið að ræða hvort að við ættum þá ekki að breyta skipulaginu og ég til dæmis sé fyrir mér bara annan kauphang á þessu svæði. Það sem að einhver svona minni þjónusta. Og ég fann alveg skýrt fyrir ákallinu í síðustu kosningabaráttu, sérstaklega hjá eldra fólki, að bara þegar færi út að ganga eða eitthvað í þessum hverfum, að þetta virðist vera mjög vinsæl hverfi, sérstaklega Hagahverfi hjá eldri borgurum, að geta hvergi sest niður eða hist eða eitthvað svoleiðis og það myndi þá vonandi gerast í þannig kjarna sem að geti mögulega orðið að veruleika þar. En þetta mál hefur einhvern veginn flækst rosalega mikið fyrir okkur, við höfum hafnað framleggingu á úthlutunarlóði, við höfum tekið aftur á dagskrá og leyftað og nú skipulagsráð búin að afgreiða þetta mál frá sér en ekki verið tekið fyrir í bæjarstjórn sem veit ekki af hverju. Þannig við verðum að passa að halda vel á spöðunum, þannig eitthvað og vonandi gerist þarna á þessu kjörtímabili. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar,
að ég kem nú aðalega bara upp vegna þess að bæjarfulltrúi Sunna var að nefna, kannski ég eitthvað út á túni en kannski er þetta staðan, hver staðan á sem reit, ef ég má spyrja bara formann skipulagsráðs, að þetta mál á leiðinni í bæjarstjórn og eftir að fara inn í skipulagsráð búið að ákveða þetta eða ekki búið að ákveða þetta, nú í pínu ringluð, takk fyrir. Þá er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni til málsteku bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar. Það er góð spurning held að þetta verður bara tekið fyrir á næsta bæjarstjórnarfundi. Þetta er bara eitt af þessum málum sem að þarf að undirbúa vel og vandlega og álit margar manna og því betri vinnubrögð því betra, þannig að það verður tekið fyrir á næsta fundi. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Orðið er laust. Næsta til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bara svo ég miskil ekki neitt. Var það ekki þannig að þessari lóð var úthlutað til aðila, hvernig var þetta? Bara aðeins að rifja þetta upp og síðan var ákveðið að taka lóðum tilbaka, síðan var henni úthlutað aftur, svo var þetta eitthvað að óska eftir breytingar á deiluskipulagi og núna verið þá að tala að heimila þeim eitthvað allt annað heldur en verslun og einnig nú er ég bara orðin pínu ringlu, það væri dálítið að því að mér er svo mikilvægt að ef við erum að breyta deiluskipulagi þar sem ákveðin gæður orðin töluvert verðmætari þegar að það sé ekki gert þannig að við breytum þeim í úthlutun heldur tökum það þá tilbaka og auðlýsum aftur, en nú er ég bara að pæla, kannski er ég ringlu en það væri gott að fá smá upplýsingar. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, biðja varaforstjóra að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Já, til málstekur bæjarfulltrúi Hallbjörg Benediktsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ástæðan fyrir ég fór ekki upp á þann ég er vanhæfi til að ræða þessa einstöku lóð eða úthlutun á lóðinni, en ég get sagt frá ferlinni hvernig staðan er, það að segja að þeir sem halda á lóðinni í dag eru held ég að fá með hana í þriðaskipti, hafa sjálfi skilaðin inn vegna þess að eins og bæjarfulltrúi Sunna kom inn á, hefur ekki gengið að fá rekstraraðila til þess að vera með verslun og þjónustu, það var skipulagið. Við fórum í að breyta skipulaginu á lóðunum sem eru þá austan megin í raun eða neðar við, þar að segja við breyttum færðum leikskólalóðina og höfum svo áformum að byggja þarna hafa meiri byggð, verslun og þjónustu pluss íbúðabyggð og þeir hafa sem halda á lóðinni núna hafa óskað eftir sambærilegri breyting á sinni lóð. Og þar stendur málið, skipulagsráð hefur afgreitt málið út frá sér og þá á það málið eftir að koma eða lýsingin, þar að segja það eins og að byrjar yfirleitt. Skipulagsferlið, það kemur inn í bæjarstjórn til umræðu. Velkomin Hallbjörg Benediktsdóttir, gefur náttúrulega stjórnarfundinum. Já, orðið er list á næstíktum áskilum bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, þetta er 2 ára manna tal hérna. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, svo skal ég nú að hætti þessu, er með að mismuna, var ekki skipulagsráð búin að hafna því að lóðarhafi myndi gera breytingar á deiliskipulaginu og frekar að bara skipulagsráð myndi skipulegja lóðin upp og nýtt og auglýsa þá þannig að allir getur haft kostaði. Ég bara pæla. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst mál bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, við þurfum ekkert að orðlengja þetta mjög. Þetta eru 4 lóðir sem búið að skipuleggja og þó ekki fyrir neðan hringtorgið. Svo efsta er verslun og þjónusta á neðstu hæð og eitthvað þar fyrir ofan sem við í skipulagsráði erum búin að samþykkja fyrir okkar leiti að verði, 4-5 hæðir. Þar fyrir neðan kemur þá 2 hæða bygging með verslun og þjónustu á neðstu hæð og íbúðum á efri hæðinni, síðan leikskólinn og síðan íbúður þar fyrir neðan. Ég svo sem hafði mínar efasemdir kannski að þetta væri orðið of þéttan hjá okkur en lét bara segjast, þarna kemur fínn leikskóli og mikill gróður sem verður haldið upp á og eins og
bæjar fulltrúi heimi segir, þetta kemur til tals hér á næsta bæjarstjórnarfundi og þá væntanlega til niðurstöðu, en máli stendur þannig að skipulagsráð búið fyrir sitt leyti, meiri hluti skipulagsráðs þar að segja, búin að samþykja fyrir sitt leyti þær tillögur sem lóðarhafi hefur komið með. Takk. Þá bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, orðið laust. Það sem fleiri hafi ekki hvatt til hljóðs, þá sé umræðum þannig lið lokið.